Góðan daginn og velkomin í 16. þáttinn minn hérna á YouTube-brásinu minni. Í dag er þriðjudagurinn 7. febrúar 2018 og já, ég bið ykkur bara hjartanlega velkomin, nýja og gamla áhorfendur. Alltaf gaman að sjá hópinn stækka smám saman og finna að maður er að gera eitthvað sem að vekur áhuga hjá öðrum og að það sé fólk hérna úti sem nennir að hlusta á mig tala. Það er svolítið merkilegt, 17. þátturinn. En ég heiti Helga og er handavinnóð og ég hef svo sem ekki verið að tíunda það eitthvað í kynningunum minni, en ég bý á Akranesi og er Akurnesingur og er gift honum Helga sem á afmæli á morgun og hann er líka Akurnesingur og við höfum búið hér mest alla okkar búskapartíð, en líka erlendis og í Reykjavík. Og hérna við höfum 3 dætur saman, áttum sikkur á dótturina áður en að við kynntumst og eigum svo eina stúlku saman og við höfum 2 barnabörn og 3. er að þetta í hús. Þannig að hérna, en við búum bara, þær eru allar fluttar að heiman. Ein býr hérna, elsta býr rétt fyrir utan Akranes og miðjan er hérna bara í næstu götu, í götunni þar sem að mitt æsku heimili var. Reyndar, svona til þess að flækja þetta aðeins, þá götunni sem ég bý í núna, þar bjó ég til 6 ára aldurs áður en ég flutti í götuna þar sem að dóttir mín býr núna, og yngsta barnið, hún er í Reykjavík og er tölvunarfræðingur og starfar þar og býr. Þannig að hérna, ég hef svo sem aldrei eitthvað að tala þetta, og sjálf er ég það sem kallast langveik. Ég er með MS, ég er með MS sjúkdóminn, en hérna, og hefur verið óvinnufær af hans sökum svona fyrir fulla vinnu síðustu 10 árin. Það eru 10 ár núna síðan að ég hætti að vinna. Og þegar ég fór svona að rétta úr kútnum eftir stærsta bakslagið, þá þurfti ég náttúrulega að finna mig til þess að hafa ofan yfir mér, og þá voru hannyrðir sterkar þar inni, þannig frábærar fyrir fínhreyfingar hjá fólki með þar sem að hérna, einhver geta er orðin skert, að þá er það rosalega gott fyrir kroppinn, og ég er svo heppin að það eru sterk handavinnugen úr báðum áttum, þannig að hérna, ég hef notið góðs af því og það hefur haldið í mér vitinu, og ég segi alltaf þegar ég get ekki prjónað eða gert eitthvað með höndunum, þá eru bækurnar, hannyrðabækur og sérstaklega prjónabækur og uppskriftirnar á netinu, þá er hægt að gleyma sér í því. En sem betur fer hefur það ekkert verið að hrella mig á efri kroppnum núna að undanförnu. Það er alveg neðri hlutin sem að leikur mig oftast grátt. En nóg að því, ég er allavega hér og í góðum gír og í bata eins og sagt er, og hérna, og bara erum með hann er. Ég set hérna eins og svo oft áður á skjáinn hvar mig er að finna á netinu og líka hérna niður í boxi fyrir neðan, og ég er svona virkust á Instagram, nota Ravelry náttúrulega mjög mikið, bæði til þess að geyma upplýsingar mín verkefni og náttúrulega til þess að finna freistingar, nýjar uppskriftir og svona, og svo er ég með hérna svona like síðu sem heitir Verkefnatöskur Helgu á Facebook, þar sem ég er að selja svona handavinnutöskur, og ég ætla að sýna ykkur það eins. Ég tók skurk í því núna helgina og hérna, ég sýna ykkur það bara í restina. Nú, í dag ætla ég að hérna, fara yfir klárin, verk í vinnslu, hvað er á döfinni og hvað datt í pokan, og svo að lokum sýningu verkefnatöskurnar, og svo veit maður aldrei nema þetta er eitthvað blaðurstuð eins og í síðasta þætti. En hérna, þegar ég var að tala þú veist,
af hverju af hverju ekki hvetja fólk sem hefur áhuga til þess að gera þess að langa til. Og það sem að kveikti þá umræðu síðast var sérst ung stúlka sem kom í búðina sem ég var aðstoða á. Og ég hitt hana núna á laugardaginn var þar sem hún var að leggja loka hönd á þessa peysu og þetta er bara í annað skipti sem hún gerir eitthvað á. Fyrsta sem hún gerði var að prjóna þessi peysu, bara svona heila. Og svo þessa sem var öllu flóknari, hún er sérst prjónu hérna og ég sýndi ykkur myndina í síðustu viku. Og hún átti ekki saumavél og bara vissi ósköp lítið hvað hún gæti aflað sér upplýsingar, þannig að hún leitaði til mín og ég benti henni á hvað hún gæti fundið frekara upplýsingar á YouTube af því að hún þurfti að klippa upp sérst og hekla kantinn og svona af því að hún hafði ekki saumavél, en af því að hún var nú að vinna með íslensku ull þá er það nú ekkert vandamál. Og hún gerði það og bara, þetta er æðislegt hjá henni. Þannig að já, ef þið vilja ef þið hafa ekki hlustað á síðast þátt og vilja hlusta á mig rausa en það, þá er það þar. Nú, klárin mín eru sérst 4, 2 af þeim eru flutta heiman en ég tók svona lítið vídeóskot af því og ég setja hérna inn núna ef mér tekst að finna út því, annars hengi ég það bara við endan á vídeóið og og þetta var sérst svona, þetta var peysa á hana Hrafntinu fyrir leikskólan og er úr leikskólabókinni og heitir hérna Bróðir minn Ljónshjarta minni mig og ég gerði hann úr Cotton Merino for Drops af því hún er pínu heitfeng svo stutta og það er náttúrulega styttist í vor og sumar og ég gerði hana það ríflega að hún á duga alveg vel yfir þann tíma. Og svo gerði ég á hana líka henni gengur svolítið illa að vera með þessar lambhúshettur. Hún er þó hún sé orðin rétt rúmlega 2 ára þá er hún ennþá rosa slefari og þannig að það er vont þegar þetta svæði er alltaf blautt. Svo ég gerði á hana glóð, þessa góðu úr litlu prjónabúðinni, gerði enn eina svoleiðis sem var margar en var náttúrulega, þær voru orðnar of litlar. Þannig að ég skellti eina svoleiðis úr Big Merino frá Drops og gerði bara stærri stærðina og viðeigandi prjóna við gatnið og þá passaði hún, smellpassaði hún á hana. Rosa fín, hvít með bleikum dúsk. Og þannig að ég vona að ég geti sýnt ykkur það, eða sé búin að sýna ykkur það núna eða þá að ég setja í restina á vídeónu. Og þetta var eitthvað sem ég ætlaði ekki að gera en bara mamma var búin að nefna mig, hún tímdi ekki að nota hina peysurnar sem ég var búin að gera á henni í leikskólan og þannig að það freistaðist amma og mamman er alveg bara, ég tími ekki heldur að nota þessa. Ég sagði henni, hún er að gera það, ég get ekki fara að gera einhverja ljóta peysur bara svo hún getur farið með þær í leikskólan. Og þetta er gert til þess að nota það. Og já, þannig að hún er komin í notkun, allir ánægðir með það. Svo gerði ég vanta í heimferðarsettið á litla ófædda piltinn. Þá vantaði vettlinga á hann í heimferðarsettið og ég fiffaði það bara upp úr Merino extra fæni eins og er í buxunum á heimferðarsettinu hans. Fytti ég bara upp á 24 lykkjum og gerði stróf og svo einan fyrir slétt og gata og gerði gött til þess að þreiða bandi í og svo prjónaði ég yfir það aðra umferð slétta og jók svo út bara sikkura lykkjuna í hliðunum og prjónaði hún til mér fannst vera komin á og fór þá bara að fækka úr. Og þetta var bara gert á prjónu númer 4 og er bara svona verkefni en var þörf á að fá. Nú svo lauk ég loksins, ég vil ekki að segja hvað ég hamingjusöm var að búa með þetta. Sko, þetta er rosalega fallegt en mikið óbáslega bara finnst mér leiðilegt að prjóna búa með þetta. Það er bara svo einfalt en ég á aðra dokku, Whirl dokku eftir og sem að ég ætla að prjóna sjal úr sem hún Lína eigandinn að Galleri Snotur var að gera fyrir sig úr samskonar eða úr Whirl og mér leist svo vel á það. Ég get alveg hugsað mér að prjóna það en þetta var bara orðið svolítið leiðigjarnt
þetta var, þú veist, það ekkert að frétta, það bara það sama alla leiðina, en árangurinn flottur, ég átti að ganga frá endanum. Þetta kemur vel út, en myndi mig enn og eftir það hvað ég fljót að fá leið á eitthvað sem bara alltaf eins í svona langan tíma. Þannig að ég meiri segja það eitthvað 30 gram eftir á dokkunni, ég bara hugsa nei, ég ætla að vera búið með þetta áður en samprjóni hefst og ég bara felli þá af núna til þess að ná því. Og felldi það af á laugardaginn að ég vissi það að ég myndi nota allan sunnudaginn í að sauma og ég myndi ekki lyfta upp prjónunum þann daginn, þannig að það var ágætt að gera það bara. Þannig að núna fer ég bara að fara, og þetta passar svo vel við peysun sem ég í, hérna Comfort Feit peysuna mína. Tók eftir því ég var að vinna á laugardaginn í búð og þá sagði það að þetta bara tónar rosa vel saman. Of vel saman til þess að geta verið saman. En hérna, það var svona skemmtileg tilviljun. Talandi um það, ég var að vinna alla síðustu viku í nokkra klukktíma á dag niðri í Snotröðu. Það eru náttúrulega freistingar og fólk með alls konar æðislegar hugmyndir og þannig að hausinn alveg á milljón. Ekki að hann hafa eitthvað þurft á því að halda. Nú hérna, þetta það sem ég búið með núna í þessari viku. Og hérna, jú, ég að rugla hérna í því sem ég niður skrifa hjá mér. En þá ætla ég að fara hérna í verk í vinnslu og þau eru 4 sem ég búin að vera að vinna eitthvað í. Allavega pottitt búin að vera að vinna í 3 þeirra. Ég man ekki hvernig ég tók hérna eitt verkefni upp sem ég byrði bara á því að sýna ykkur það. Það er hérna Lily Cardigan. Ég veit ekki hvort ég gerði einhverjar umferðir í því í vikunni. Þetta svona það svo sem ekkert, þú veist, jú, ég held ég sé alla búin að gera neitt síðan ég sagði eitthvað frá svo síðast. En það styttist í að ég komi að það sem ég þarf að fara að máta hvort ég sé búin að gera nóg í ermarnar. Og ef svo þá bara fer ég að loka hérna fyrir ermunum og byrja bara að einbeita mér að búknum. Og eins og áður segir þá ég að nota hérna einrúm garnið. Þetta skemmtilegt garn, það svona pínu skrítið að prjóna með því út af silkinu. En ég búin að sjá það að þetta verður rosa flott í hérna eftir þvott. Og guðlaug, þetta hérna, það sem þú ert að vefja utanum, sem þú ert að versnast með. Þú setur bara 4 lykkjurnar og auka prjón fyrir framan, tekur svo prjónar þær og setur á svo aukalykkjuna fyrir framan, nota svo garnið og vefur því bara 4 sinnum utanum og setur lykkjurnar aftur upp á og heldur áfram og þá búið að prjóna þær og svo heldur bara áfram að prjóna restina af munstrinu. Þetta verst pínu ennþá fyrir mér það er ekki sama í hvora áttina maður fer með garnið af því þú vilt enda með það þannig að það sé að halda utanum þessar 4 lykkjur. Þannig að lykkir rétt. Það verðst pínu fyrir mig þegar ég kem að þessu en svo náttúrulega þarf þetta bara að passa þegar að þú kemur að þessu aftur að það eru 4 lykkjur og þú prjónar þær allar aftur. Þannig að það vera vissum að gera það. Það er náttúrulega liggja ansi þétt saman fyrst eftir að þú ert búin að vefja utan þær, kennslu lokið. Ég sá hún var að tala um það og hún var í einhverju krísu með þetta, talaði um þetta núna í síðasta podcastinu sínu og mér finnst Guðlaug alveg frábær. Leið að ég sé að hún er búin að henda inn YouTube-vídeói, þráðum inn á sína síðu, en hún kallar það, þá bara svisaði ég yfir saman hvað ég er að horfa á og fer að horfa á hana. Gaman að horfa á íslenskan podcastara finnst mér. Nú og þá það sokkarnir á bóndanum og þetta er náttúrulega bara bíla og heimsóknarprjónið og núna misti ég niður hérna, ég var að byrja
gera hælinn, þannig að ég er astnalega staðsett í þessu. Þannig að það betur eftir. Sérst ég byrja að móta hérna með styttum umferðum. Hælinn. Var sérst búin að prjóna hérna 70 umferðir frá þessari brugnu hérna. 70 umferðir hérna á milli áður en ég byrja að gera hælinn. Það er það sem hentar honum. Þannig að ég þarf bara að drífa mig að klára þessa hæla og þá er restin leikur einna. Það er svo hvetjandi að vera með svona sjálfmunstrandi eða röndátt gatna eða eitthvað svona. Eitthvað sem er að gerast í. Og mann langar svo að, þú veist, hvað kemur næst. Þegar maður er ekki að gera neitt munstur og þetta er af prjónum 2,25 mm hæga sjarp sem eru uppáhalds sokkaprjónum mínir og þetta er hérna Perfect eftir Arne og Carlos. Keypti í handverkskunst hérna í Árbænum, æðisleg, lítil krútleg prjónabúð. Fékk mér þetta eftir hann í fyrra þar þegar ég uppgötvaði þá búð. Nú, svo er ég að gera hérna bara litla húfu á hana rabbinu mína. Þetta er þriðja verkefni sem er í vinnslu og þetta er bara, ég er með tvöfalt hérna Baby Merino frá Drops, svona dökkblá og hún valdi lítinn sjálf og já, það er ekki meira það að segja. Og hérna vonandi bara, þetta er fínt svona sjónvarpsprjón. Ég sá það þegar brúin byrjaði sjónvarpinu í gær. Þá var ég að leggja sjalið fræga frá mér af því að ég var komin í blúndurhlutan. Og það er náttúrulega sjálfsögðu Quality Street sjalið. Og við hérna vorum 4 sem ég veit að eru fleiri sem ætla að taka þátt í þessu í prjónahófnum mínum. En við vorum 4 sem komist niður á bókasafni í gær til þess að flytja upp. Ein var reyndar byrjuð, hún var svo spennt að sjá, hún hafði litagarnið sitt sjálf, hún Anna Dóra, hún var svo spennt að sjá hvernig það kom út þannig að hún byrjaði á föstudaginn og það er æðislegt hjá henni, eins og allt sem hún gerir. Og svo komu þarna 2 viðbót sem voru önnur, hún er ennþá í þessari litavalskrísu og hinn er ekki að taka þátt að þessu stöddu en er í hópnum okkur langa til þess að vera með og þannig að við vorum 3 sem að fitjum upp á af þessum 4. Þessum 4 var stungin af með sitt komin vel að stað og hérna og við vorum með sjölsnappi þannig á milli 3 og 4 og það kom ósköp lítið frá okkur, við vorum svo spenntar yfir þessu og vorum svo mikið að pæla í litunum hjá einni sem var ekki alveg búin að negla það en náðu því svo að hann fór og litavalið og við vorum bara svo uppteknar og við með þess að töluðum óvenju lítið, við vorum náttúrulega, það er alltaf píndrykki að byrja á nýju verkefni innan aðra, svona meðan maður að ná rytmanum. Þannig að þetta var bara mjög stutt og skilegt hjá okkur og en bara gaman samt, mér finnst þetta geggjað að fara landið á Svölsjöfulsnappinu í gær og horfa á alla byrja, ég nefndi nú ekki, ég skipaði nú yfir hans margt, ég bara vildi fá svona stemninguna í mig. En hér er sem sagt mitt að byrja að verða til og ég er búin með fyrstu sem sagt fyrstu blúnduna af 3 og ég ruglaðist náttúrulega í blaðrinu aðeins á hér, það sem þessi ljósgræn átti náttúrulega að vera dökkgrænn og ég fattaði það ekki fyrir ég var að byrja á þessu þannig ég ákvað bara að hafa það eins og fyrir ofan og laga það svo bara, þetta er eitthvað sem skiptir ekki öllu máli. Það aðalmáli er að hafa einlitan eða ekki of busy lit svona í blúndinu, þannig að blúndan njóti sín. Og í aðalit, ég man ekki hvort ég var búin að fara yfir þetta, ég var allavega búin að sýnda á Instagram og inn á Svölum sjölum og eitthvað. En í aðalitnum,
svo yfirlýstur, hann sést ekki alveg, en þetta er sérst frá Amy í Stranded Dye Works, ég ná með meira náttúrulega hérna. Eða ekki. Við mér svo saumaði með spes póka undir þetta. Það finnst svo ekki neitt í honum. Ég hef stungið ykkur starf annars þar. Ég er með hérna líka prjóna 4 mm, þeir eru rosa góðir og mér finnst gott að nota og þegar ég er svona þreytt og þrútin þá held ég ekki eins fast prjóna ef ég er með tré af því ég er að passa maður að brjóta það ekki af því að prjóna er svolítið fast. Svo er ég með hérna 2 svona sprengjur frá Dr. Dye Works sem að fara eitthvað staðar inn í þetta. Hlakka til að sjá hvernig það kemur út. Ég fór að ráðleggingum Guðlaugar og hérna, tók mynd af garninu og þó ég hafi ruglast aðeins hérna með þetta í upphafi að þá tók ég þetta svona og skrifaði svo bara inn á hérna A, B, C, D hvernig litirnir eiga að vera. Ég er að vona að þessi sprengja sé með í næsta kafla. Ég er svo spennt að fara að sjá hvernig það prjónst upp af því þetta er alveg, þetta er eins og nammi þetta garn. Og síðan átti ég, fyrir ykkur sem hafa lengst fylgst með mér að þá margoft talað um það. Ég ætlaði að vera með verkefnatöskunum minnar í Ömmu Mús á garðgöngunni en veiktist svo illa og þurfti að fara í aðgerð á laugardeginum, á laugardeginum, þannig ég misti að því en í lyfjamókinu þá fór ég okkur að síðu og pantaði mig garn í peysu og líka þetta hérna. Þetta er hérna kallað Party of 5 frá Sweet Georgia Sweet Georgia Fibers og þetta er bara svona fade eða gradient, þetta er svona, þú veist, skiptir smám saman lit en er allt í sitt hverju 20 gramma hespunni og ég hérna ákvaða að bara hafa svolítið grænt þema í sjalinu og nýta það í það af því mér langaði að gera þannig 8 lita og svo á ég náttúrulega tonna fallegu garni þannig að ef mér finnst rosa gaman að prjóna sem að allavega so far eða hingað til hefur mér þótt æðislegt og þá bara hugsanlega ger ég 3 lita líka þó það verður ekki alveg kannski undir eins en það er alveg inn í myndinni. Þannig að hérna og ég vaknaði klukkan 6 í morgun bara, þú veist, ég veit ekki ekkur og hérna og fyrst ég gæti ekki sofna aftur þá var náttúrulega bara æðislegt að setjast fram og hérna kveikja á kertum og prjóna þessi sjálfna því að ég er búið að snjóa allt í gaf og bara jólin að koma aftur og við bara fara að skreita það og svona líka við. En þetta er sérst allt það sem ég er með í vinnslu þessa stundina og döfinni þá er það að klára þessa 4 hluti ásamt hálskraga við þarna dökkbláu húfuna og síðan kom ein niður í búð og ég nefnilega, sko ég á hérna ljúlingabókina en ég er raunin ekkert búin að skoða hann almennilega og því ég var hérna keypt hann til þess að gera heimferðarsettið og eiginlega bara búin að einblíndi á það. Nema hvað, að svo kemur kona á laugardaginn niður í garðbúð að kaupa garn og var ekki með upplýsingar hvað hún þurfti mikið og þetta var sérst í ljúlingabókinni sem er til niður frá og þannig að hún náttúrulega opnaði hana og þá sá ég hvað hún var að fara að gera og ég bara af því að það vantar kraga sem sagt við þessa leikskólapeysu sem ég var að gera hrafntinu og húfuna og við mammuna vorum búin að tala sko hvernig cirka kraginn væri og ég ætlaði náttúrulega bara að græja það sjálf en auðvitað er náttúrulega til uppskrift af því þannig að ég ætla að smetla í eitt svona kraga líka úr hérna úr Big Merino og keypti þá sýn ykkur það hérna í því sem að þetta pókan en já ég ætla að reyna að fókusa svolítið á að klára hérna sokkana, húfuna, hálskragan, sjalið og peysuna. Og síðan tek ég hérna 2 af gömlu verkefnunum mínum sem ég byrju á og er bara henni í geymslu og
og eitthvað tvennt nýtt, sokka og eitthvað eitt annað svona til þess að búin að finna það að henda mér ágætlega að vera með 4 verkefni, eitt sem er algjörlega svona heilalaust eins og sokkarnir eru núna og svo svona aðeins flóknari og stærri hluti sem ég geri hérna heima og hérna já, reyni að hafa svona 1 til 2 sem ég get farið með út og svo hérna 2 sem eru bara hér hjá mér. Þannig ég fann það að til þess að vinna niður þetta sem að ég byrjuði á og þá væri sniðugt að gera þetta því að maður er sko alltaf svolítið spenntur að gera eitthvað nýtt og þarna er ég svona pína að verðlauna mig með því að gera þetta svona og ég ætlaði nú kannski muni eftir því að kom í fyrra eða hitt fyrra alveg sjúklega fallega heklu lopapeysa inn á handóða prjónarasíðuna og mér langaði alveg svakalega að gera hana og byrjaði á henni og síðan í hver skipti sem ég er að handfjalla flötulopan eða hérna léttlopan og það að þá bara verði svona eins og ég núna og fæ hérna sár í munnvikin og hérna kringur nefið og verður illt í augunum og ég bara er komin að þeirri niðurstöðu að þetta er lopinn og þetta er eitthvað sem er frekar nýlegt hjá mér af því að ég hef unnið með lopa bara frá ég mann eftir mér eða frá ég þú veist byrja að fikta í prjónari þannig að ég gerir áfyrir að sé eitthvað annarkvort er ég eitthvað að bila eða þá að það er eitthvað nýtt í vinnsluferlinu hjá Ístex sem að hefur byrjað fyrir einhverjum árum og ég bara þoli ekki það efni sem ég var að nota í það. Því ég get alveg nota aðra ull sko sem er bara ekki frá Ístex. Þannig að hér bara var öll ull rifin fram, fjallið mitt sem sagt, ullarfjallið og hérna og nú er það bara komið í góðar hendur hjá konum sem að ætla svo sannlega að gera eitthvað úr þessu og það var bara svona ákveðin léttir að vera búin að sætta sig við það að ég og Ístex lopin eigum ekki samleið en það er fullt að vera góðu og ég ætla að hekla þessa peysu og hugsanlega hekla ég hana bara úr garninu frá Drops. Það er alveg svo trillingslega mjúkt og æðislegt að vera í því og létt. Þannig að það er alveg inn í myndinni. Og svo er ég náttúrulega með nokkrar aðrar peysur á prjónum sem ég sýni ykkur bara þegar ég fer að vinna í þeim. En þetta var eitt af því sem að ég fargaði úr þessum biðverkefnum. En ég kalla það gott að það var bara eitt verkefni sem ég bara einfaldlega gat ekki haldið áfram að vinna með út af þessu. En peysuna geri ég við tækifæri. Og já, og svo ég eftir að gera eitt ljósmóðteppi en það liggur ekki eins og því. Nú, og það sem að datt svo í pokan hjá mér var ekkert svaka mikið með að ég er búin að vera umvafin dásamlegu garni í síðustu viku í vinnunni en það er bara búið að vera svo mikið að gera að það var eiginlega ekkert brjálæða tími til þess að strjúka því. Og ég svo sem mér vantaði ekki þannilega neitt garn. En ég keypti 2 dokkur af Big Merino í þennan hálskraga og ljúflingabókinni og þetta er bara litur nummer 1, hvítur. Og síðan er ég í svona, það er svo, ég uppgötaði þessast vettlingaprjón í fyrra, svona munstrað. Og svo er náttúrulega Hafdís vinkona sem að vinnur líka nýr snotur og algjör vettlingaprjóna snillingur og hún kveikir alltaf í mig þegar ég sé myndir af vettlingunum sem hún er að gera. Og svo er bara svo mikið af nýjum fallegum litum sem eru komnir í Karisma að ég stóðst ekki mátið. Þetta er eitt par, þetta er þessi hægri svarti er nr. 53 og þessi sérstaki guli er 79, hann er ekki alveg, hann er ekki svona rosalega ljós eins og ég sé á já, þarna erum við að tala saman. Ég vona að þið sjá það sem ég er að sjá. Óbáslega fallegu gulur, ekki alveg karri en svona, hann er á leiðinni þangað.
Og svo það bara hérna 44 svona ljósgrár og 73 svona sprengdur blár. Það svona sjávar, já ég veit ekki hvað við kallum svona lit á íslensku, þetta svo mörg. Ég held stundum að ég sé pínu litblind, þannig að mér finnst þetta að vera svona sjávar, af því hann svo sprengdur, það svona minnir mig á sjóinn. Mikil hreyfing í litnum. Nú, það var ekkert meira en þetta sem að datt í pokan. Og maður svona reyna að sýna stillingu líka til þess að geta nota bara alla þessa fegurð sem að ég á þarna fyrir aftan mig. Og þá ég búin að, já, sýna ykkur það sem að ég að gera, það sem ég kláraði og það sem ég verslaði. Þá ætla ég að sýna ykkur bara hérna örstutt töskurnar. Ég saumaði bara þangað til að flísilínu var búið í stóru töskurnar og hérna þannig að það kom ekki fleiri svona fyrir en að ég var búin að gera mig fersur til þess að græja það, en þetta sem sagt bara svona, þær eru alveg bara mjög rúmar og góðar með svona botni, þannig að hún stendur mjög vel og mér finnst gott að ég ef að garnið svona að grípa í lásinn, þá bretti ég bara niður og nota þetta bara sem stand undir garnið. Og það sem að mér finnst plúsin við þetta að þarna náttúrulega í svona töskum bara allt á vísum stað sem maður að nota í verkefnið og það verður miklu minna ryk í kringum hana því að garnið bara þarna ofan í, ekki að þvælast allt gólf og það verður ekki eins óhreint. Maður sér það alveg þegar maður skólar úr því. Og svo bara rennulega og svo pínu hald. Og ég var svona í smá svona greinilega farið að langa svolítið í bjarta daga og sumar og glaum og gleði. Og líka það sést í þessu. Og þeir eru jú allar töskunum nema ein að klikka eitthvað hjá mér. Sem þær eru með svona litlum vasa ofan í. Og já, þessi bara svona ótrúlega glaðleg og fallegt efni og hérna svona líka sumarlegt bara grófara og ég set sko alltaf spott í rennulásum eins og þægilt að hafa eitthvað til þess að kippa í. Ég bara að vera búið með þessa og passar ekki við allt sko, en ég mæla ekki með þessi mikið að tósi þetta því þetta getur keypst úr en það var ekkert mál að líma það aftur í. Og síðan eitt svona valentínusar eða svona rómans en samt svona skemmtilegu líka. Og hann úr þynnri bómull þannig að þeir eru aðeins ódýrari. Þessir eru 3 og þessir eru á 3 og 5 og svo smá póstberagjald 200 kall sem svona aðeins upp í það. Og þetta allt inn á verkefnasíður Helgu Læksíðinu minni, ef þið áhuga á að kíkja frekar á það. Og síðan bað Maja vinkonu mig að spurði hvort ég var að gera svona undir skærin og prjónamerkin og þetta því að í vösunum sem í tuðrunum þá ekkert endilega ætlast til þess að maður sé að geyma svona smálegt af því að það getur alveg hoppað upp úr og lent neðst í botninum og svona. Ég noti þetta mest svona undir lyklana mína og síman. Þannig að hún spurði hvort að ég væri ekkert með huga á að gera svona minni til þess að stinga ofan í verkefnatöskurnar. Þannig að ég að gera henni svona tilraun. Ég átti fullt af svona litlum bútum sætum og ég ákvaði að vera líka með svona pínu botna og það bara svona þægilegra að fara ofan í, maður sér betur ofan í af því að það pínu flatur botnin. Og þetta eru bara svona alls konar mismunandi bútar sem ég á í nokkra svona törur sem að ég svona bara að dunda mig við að gera heima.
Nei, þess að í rólegheitum ég ekkert að ég ætla að setja þetta svona í smá test, gá hvort þetta virki almennilega og svoleiðis hjá skvísunum mínum. Þannig endilega áhuga á að vera ykkur út verkefnatöskur og þá bara kíkja ég þarna. Mér finnst þetta alveg ómissandi. Og þetta hérna er fyrsta taskan sem ég fékk mér en þá einhvern veginn var þetta ekki komið hingað og ég pantaði þetta á Etsy frá Freckled Whimsy en hún held ég alfarið farin í bara að lita gadd núna. Og mér fannst þetta svo frábært, sérstaklega undir svona smerri verkefni. Ég var ekki alveg komið þangað að fara með peysurnar í svona töskur og af því við ferðumst svo mikið að þá er svo gott að vera með bara gaddnið varið og verkefnið og allt á sínum stað og í pokanum. Þannig að ég fekk mér svona tuðru með gaddnið fyrstu dokkunum sem ég pantaði á þetta á svona handlitaðri. Og þetta er svona svolítið uppáhalds og svo fekk ég líka frá henni Mínu Philip, hérna The Knitting X-Pack. Þetta er úr einn af síðustu updateunum hjá henni, úr búðinni henni, Mína Makes. Hún er hætt núna að gera þess að poka, hún á litla stelpu og er komin á kafi í prjóna hönnun, þannig að þetta bara það var eitthvað að lúta og það var þessi framleiðsla og hérna, þannig ég er ægilega glöð að hafa náð í poka frá henni því að ég held svo mikið upp á hana. Og hérna hefur náttúrulega verið að þýða uppskriftir fyrir hana á samt vinkonum mínum og hana gaman að eignast það. Og þetta er sem ég fekk utan og það var náttúrulega bara rándýrt og það voru góð ráð dýr. Ég byrjaði bara að sauma fyrir mig og svo fór Þóra vinkona að í þetta var fullt líka og hennar töskur eru meðal annars til sölu niðri í Gallerí Snotru og hérna og ég svona var þú veist mér vantaði alltaf meira og meira og mér fór að vanta undir hérna peysunar, hér er einn peysupóki og þetta er svo aldrei skemmtilegri heldur en plastpóki og bónus og hérna og það stingur ekkert í gegnum þetta og svona. Þannig að ég er bara búin að gera alls konar þetta er allt opið því aftur að vefja upp gaddnið og koma svo almennilega fyrir. Þetta er svona minnsta típan sem ég hef gert og þetta er heppilegt undir sokkapar eða litla húfu eða eitthvað svona sem er bara ein dokka. Og þessi stærð er svona svipuð og þessi sem er í, ég minn einu allt í endum henni ennþá eftir Hasar Helgarinn. Þetta sem er, já, svipuð stærð og þessi sem ég var að þrösa henni í búðina núna helgina og það er alveg hellingur af garni hérna onni og það er nú einfaldlega bara hérna þetta á að fara í Vertices Unite sjálflega Stephen West og þetta garn verður svo sem ekkert allt hérna ofan í en nú og það er hérna pínu pláss ennþá sko og þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, þetta eru 300 grömm af garni, 6 svona 50 gramma dokkur í töskunni, þannig að þær taka drjúgt. Og svo var ég bara svona, já, fyllt af alls konar, ég bjóð til hérna með klæru plasti. Það er mjög þægilegt, en eini gallinn er að frágangurinn er svolítið tímafrekur að hérna sauma utan það allt, en hérna og þá er ekki hægt að fela þetta innan. Það var svona, maður var að ákveða hvað gengi fyrir með svona heildarlúkkið. Og ég á alveg efni tilbúið í nokkra svona rendapóki viðbót, vantar bara flíslínið og svo hugsanlega ger ég eitthvað af hérna, já, með svona bandi dreif bara saman og hérna og skelli inn svona þegar ég var búin að jafna mig aðeins eftir þessa törn sem ég tók helgina.
Ég satt bara við nánast allan, eins og vinnan og svoleiðis leiði á fimmtudaginn og svo gerði ég aðeins á föstudagsmorguninn og svo var ég allan sunnudaginn og bara frá morgni fram á kvöld. Af því að það verður allt svo yndilegt þegar maður er að þessu og þannig að ég vil bara helst gera eins mikið og ég get svo ég get bara gengið svo frá og þrifið í kringum mig af því að straujarnir þarf að vera uppi og saumavélin leggur undir sig allt borðið og allt þetta og ég þarf að vera með mottu til þess að skera og alls konar. Þannig að það var fínt að taka svona góðan slurk en það er líka svolítið erfitt fyrir bakið og axlirnar. En þannig að endilega, mér finnst þetta mjög skemmtilega viðbót við að hafa eitthvað fallegt utanum fallega handverki okkar. Mér finnst þetta hjá mér er þetta mikill partur af prógramminu. Góð verkfæri, góða prjóna og náttúrulega garnið og uppskriftina og svo póka utanum sem að þægilt er að fara með og svo leis og þessi sem að ég mun gera sem eru tósaðar saman með bandi, ég ætla að reyna að fá mýkra flísilíni í það að þetta er svolítið stíft þetta sem ég nota í með rennilásunum þannig að það leggst ekki eins vel samanber þessi póki hjá mér, hann svona, ég voru að pína hann til þess að halda áfram af því að það er svo stíft flísilíni en ég græja það næstu ferð setja eitthvað meira skemmtilegt þarna inn og já þá er ég búin að rausa það og þá er svo sem ekkert mikið meira að tala annað en að fara bara skella þessu vídeo inn á rásina mína og halda áfram að prjóna. Þetta verður svona rólegheita dagur hjá mér í dag og ég ætla bara að njóta þess og kíkja aðeins út á eftir og svo bara verður, já, dagurum verður bara tilhengaður því að prjóna inn í þessu vetrarveðri sem geysar hér núna. Og það er kannski ástæða fyrir því að við vorum ekkert mikið fleiri þarna upp á bókasafni í gær. Það skall hver bílurinn á og fætur öðrum þannig í kringum þann tíma sem vorum að koma okkur niður í bókasafn. Og við erum rosa heppin með það má sko alveg hafa hátt í bókasafninu hjá okkur. Þannig að það er svona sér lokaður salur fyrir þá sem að vilja vera í ró og næði en við erum svo sem ekkert með eitthvað svaka læti. Þetta er bara svo skemmtilegt, við sitjum þannig inn í miðju bókasafninu svo er fólk að rölta að velja sér bækur og kíkja hvað við erum að gera og þarna sést ein og ein í með okkur og dettur inn í hópinn og það er bara, og þetta er bara opið öllum að koma þarna og við erum búin að mæta þarna í 2 ár nánast bara alltaf einhver á hverjum einasta mánudegi nema kannski yfir hásumarið. Þannig að þetta er svona partur af vikunni. Mánudagarnir og föstudagarnir, þetta er eins og að fara til sálfræðings að fara í prjónahittingan. Það er bara æðislegt að hitsa konur og nördast með þeim í þessu öllu. Nú en já, eins og ég segi, ég ætla bara að njóta dagsins og leika mér með prjónuna mína. Ég var komin í mikla prjónaþörf eftir að hafa sett svona mikið við saumavélina. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir í dag og óska ykkur bara gleðilegra handavinnuviku og sé ykkur bara að viku liðinni. Takk fyrir, bless bless.